Leikklúbburinn Saga á Akureyri var stofnaður fyrir 38 árum og hefur eitt af markmiðum hans verið að taka þátt í norrænu samstarfi unglingaleikhússins Fenris, en fyrsta Fenris-verkefni var sýnt árið 1985. Sá sem stendur á bakvið þetta heitir Jóakim og er leikstjóri danska leikhópsins Ragnarok, sem hefur eins og Saga verið með í öllum Fenris-verkefnunum 5 sem hingað til hafa verið sett upp. Til hvers fóruð þið? Hvað fóruð þið að gera? Bara hitta krakkana og svona kynnast öllum náttúrulega fyrst, hitta alla og allir komu og svona fórum í svona leiki þannig að maður kynntist hinum og svo skipti okkur í hópa þannig að öll löndin voru ekki saman eða bara blanda og þannig kynntist maður nokkrum og svo náttúrulega fórum við að æfa svona og settum upp smá sýningu síðan eftir áramót. Já, eftir áramót áðan allir fóru og mætti alveg nokkrir á hana. 8 unglingar, 14 og 15 ára, frá Akureyri fóru út til Finnlands rétt fyrir áramótin ásamt Gretu Kristínu Ómarsdóttur, umsjónarkonu Fenris-hópsins á Íslandi, til að hitta hina hópana og byrja undirbúning á leikverkinu. Hvernig var að kynnast nýjum krökkum þarna úti? Það var æðislegt. Þau verið svo, já, það var bara, vildu allir kynnast öllum og bara, það er allir mjög næs þarna og já. En hvað settu þið upp eða hvernig verður þetta leikrit sem þið ætlið að sýna í sumar? Þetta verður mjög skrítið leikrit held ég. Það verður bara svona allir tala sitt tungumál og þetta er úlinginn og bara líf úlingsins. Og komið þið að því sjálfa að semja þetta? Já, við setjum upp sýningar og svo finnum við svona búið til sýningar og svo bara tekið part úr því og sett allt yfir eitt stórt og svo held ég að þeir sem eru svona yfir þessu eins og Jóakim þau svona held ég setja upp handrið fyrir okkur en samt er þetta bara á það sem við gerum sjálf. Já, svo okkur er skipt í hópa og við erum með svona sérstakt sem við eigum að gera og við gerum þannig bara svona pínlítið leikrit kannski í 2 mínútur eða eitthvað og sýnum það og þau taka það upp svo þau geta vita að muna þetta svona. Og svo bara setja þau allt svona saman og gera þetta að sýningu. Og hvað á ykkar leikrit eða ykkar þáttur að fjalla? Það bara fer eftir þegar við erum hana, þegar þau skipta okkur í hópa. Það bara skilja það að segja þau. Já, þegar þau gera þetta og þá gerum við það. Alls taka 80 til 100 ungmenni þátt í Fenris-verkefninu en auk Íslands koma þau frá Færeyjum, Finnlandi, Noregi og Danmörku og er næsta ferð áætluð páskana til Danmörkur þar sem settar verða upp sameiginlegar æfingabúðir en annars æfa hóparnir hver í sinni heimabyggð að því verkefni sem sameinast svo í eitt stórt leikverk næsta sumar. Við hittum hina krakkana líka við páskana, þá förum við til Danmörkur yfir páskana og hittum þau aftur og þar verður gert eitthvað svona eins og við gerum núna bara aðeins meira held ég og svo hittum við ekkert fyrir í sumar svo verður þá sett upp sýning. En kostar þetta ekki fullt af peningum? Jú, við þurfum að finna styrki og þetta kostar mikið af peningum. Og þið ætla ekki að gefast upp, þið eru bara að fara að leita ykkur styrki, er það ekki? Já, og Jóakim held ég kon með svona alveg helling af styrkjum og já, en ég held við ætlum að halda ánum samt að finna styrki. Það verður gaman að fylgjast með þessu. Þetta verður svo sýnt í Hofi, leikritið ykkar, er það ekki? Jú, þetta verður frumsýnt í Hofi og svo förum við bara í kringum all landið og sýnum þetta. Til Reykjavíkur og sýnum í Borgarleikhúsinu held ég. Og svo, já. Og einhverja fleiri staðir, er það ekki? Farið ekki á Lunga með þessa? Jú, á sýninguna Lunga. En er of seint ef einhver er að horfa á okkur og langar til að koma inn í klúbbin, er of seint að vera með í þessu verkefni? Alls ekki. Það er bara sem fyrst þá koma og að því að við þurfum eiginlega að fara að loka þessu, loka hópnum en það væri æðislegt að myndi fleiri koma.